einu sinni á ári þá fær maður nú stundum tækifæri í kringum verslunarmannahelgi að minnast eitthvað á yfir drullusokka og skítæla, en það verður hins vegar ekki þetta skiptið. En við ætlum þó að ég mun slá á þráðin vestur og hún Thelma Rut á línu hjá mér. Thelma mín, þú nú ekkert fengið neitt svona titil í ár? Nei, ég fekk engan titil í ár. Nema ég er ekkert nema dóttir hérna fyrrum drullusokks. Já, ok, já. Þú ert komin nálægt því. Já. En það smá breyttar aðstæður á Mýraboltanum og þið eru búin að færa ykkur til frá Ísafirði og inn í Bolungarvík. Já, við erum komin í Bolungarvík og það er alveg æðislegur staður. Miklu þægilegra, við erum allt á sama stað og við erum með mót og á og sundlaug og tjaldsvæði allt á innan við 500 metri radíus, þannig að það verður stutt að fara allt. Já, svona aðeins styttra heldur en á Ísafirði þegar þetta var náttúrulega alveg inni í firði hérna boltinn og svo náttúrulega svona það sem að fólk var að sækja kannski skemmtanir og annað voru náttúrulega inn á Ísafirði. Já, þetta er miklu þægilega. Núna þarf fólk valla að labba 500 metra til að koma sér á ball af tjaldsvæðinu. Já, nákvæmlega, það er skemmtilegt. Þannig að það verður bara stutt að fara og mikið líf og fjör í Bolungarvík. Þannig að við erum líka með svo flotta sundlaug. Fólk getur núna komið í útilaugina og hlýja sér strax eftir mót. Já, það er nú ekki leiðilegt. En þið ætlið að byrja þetta allt saman, er það ekki á morgun? Jú, þetta byrjar á morgun með skráningu í Einarshúsi. Þar verður hægt að fá sér tilboð, kaldan og krana og við ætlum að vera með svona skráningakvöld þar og svo bara byrjar ball strax kvöldi. Já, þið ætlið að vera með svona ögurballsbandið? Já, ögurball búin að stækka svo mikið að við getum ekki annað en að fagna því að þau vilji koma og spila fyrir okkur á Mýraboltanum líka. Já, nákvæmlega. Það verður mikið sveita stemming og þetta verður bara svona akkurat vestfyrst sveita ball, það bara gerist ekki, enda ætla hún að velja drullusokkar og nokkar ætlar að velja flottu drullapeysuna. Já, ég var að sjá þetta, sko, snýrtilegu klæðin er ekki æskilegur og flottasta lopapeysan valin. Já, þannig að þetta ég myndi segja að þetta væri nýjung í ár. Að það væri svona ósnýrtilegu klæðin að það er æskilegur. Já. Það er svona, já, þetta er fyrsta skipt sem maður heyrir þetta allavega. Já, það er það og við erum bara hrikalega spelti. Kannski við tökum bara ball á næsta ári sem verður drullegasti maðurinn á ballinu sem vinnur. Já, nákvæmlega. En svo sem sagt hefst keppnin það ekki á laugardeginum? Já, við ætlum að byrja 12 á laugardaginn, þannig að fólk náu nú að sofa úr sér gærkvöldi og við erum bara ætlum að byrja 12 og það verður bara spáð dýrindu söðri. Það er nú alltaf logn í Bolungarvík, þannig að við erum ekki vonað öðru nema að sólin ætla að sleikja okkur hérna á svæðinu. Og framkvæmdir á völlanum komin á fullt og þeir eru að blotna vel. Þetta verður eðaldrulla. Nei, það er gott. Þannig að við erum fárlega spennt yfir þessu. Hvað eru leitt margir í liði sem sagt í þessum bolta? Sko, við spilum 6 inná í einu. Að mér sýnist á öllu að heimamennir eru að verða reynslu bestir. Og þeir reyna að vera 15 til 20 í liði. Já. Þetta náttúrulega getur reynst sem erfitt. Þetta er ógeðslega gaman, en þetta er alveg pínu erfitt. Já, ég hef alveg heyrt það. Þeir sem eru nú vanir að stunda fótbolta og spila bolta, þeir einmitt segja það. Þetta sé bara meira en að segja. Þetta er nefnilega miklu meira en að segja og við erum alveg öll saman það að fótboltatækni, hún skiptir ekki svakalega miklu máli inn á Mýraboltavellinum en svona það eru það bil 10 sem hafa verið í liði á mann. En einhverja reglur í gangi? Herru, við erum með alltaf nokkra reglur, sömu reglurnar og við erum með svarta spjaldi sem er hauspoki og það sem það þýðir það ef þú gerir eitthvað að þér og dómarinn telur þig þurfa að fá pókan, þú farið póka á höfuð og í 1 mínútu og þá sérði ekki neitt. Þú mátt ekki fara út af og þú verður bara verið inn á vellinum að reyna að gera þetta besta og þú sérði ekki neitt. Síðan erum við með kissa á báti
það er bleikaspjaldið og það er að þú meiðir eitthvað óvart því að við höfum verið mjög heppin að það hefur ekki verið mikið óheppin með að slisa með okkur að þá kissur bara bótti og þá er það bara búið. Það er búið, ok. Síðan erum við með skítkast og það er eiginlega meira ef það kemur eitthvað dólgur í liðið og þá stoppum við leikin og tökum mínútu þar sem fólk fara bara að kasta drulli í hvert annað. Já. Og svo bara höldum við áfram. Þannig að það var ekki fleiri reglur en það. Nei, en það hefur nú líka tíðkast að menn hafa verið með mikil metnað fyrir því að mæta í allskyns búningum. Já, það hefur verið mjög gaman. Við erum með stærsta bikar, örugglega bara í allan á Íslandi, ég veit ekki með hvort bara í heiminum, sem við gefum fyrir að vera með flottapa búningin. Hann er næstu í 1,60 cm hár, allavega. Já, og gengur milli manna ára eftir ára eða hvað? Já, hann gerir það. Þannig að það er mjög gaman að vinna búningatitilinn. Akkurat, en svo verður líka dansleikur hjá okkur á laugardagskvöldinu. Já. Og við erum með inn í Bolungarvík, þar erum við með ball með MC Gauta. Já. Og plötusnúð sem heitir Kongen, sem er rosa skemmtilega líka, þannig að það verður bara brjálast fjör á laugardaginn. Já. Og nógum að velja daginn eftir síðan. Já, ég sé það með, þú veist, þetta er rauninni þið eru með brekkusöng kvöldið. Já. Og svo lokahóf í félagsheimilinu í Bolungarvík. Já. Og síðan var það 2 böll á sunnudaginn, þannig að þetta er að velja úr. Já, það var náttúrulega bæðið í Bolungarvík, S.S. Soul og DJ Glow í félagsheimilinu og svo dansleikum í Páli Óskar í Edinborgarhúsinu og Ísafirði. Já. Þannig að það verður bara allir vestur, það er svo mikið að maður velja. Já, nákvæmlega. Líka alltaf gaman að koma vestur. Það er eitt af því sem klikkar sjaldan. Eða klikkar bara yfir höfuð ekki. Já, það er, við allavega, við lofum góðu veðri og miklu fjöri. Já, það má búist að vera ekki svo bara drullu skemmtilegt. Drullu gaman. Já, það er telma gaman að heyra í þér og gangi ykkur vel í boltanum fyrir vestan. Já, takk fyrir það. Allt er fína. Já, bless. Já, skemmtilega reglurnar í kringum Mýraboltan. Þetta er ekkert flókið neitt, svona þessu öðruvísi. En þeir sem að hafa farið segja að þetta sé svakalega skemmtilegt en tekur á. Þetta er svona aðeins erfiðar en að spila venjulegan fótbolta.